Hverjum glímja fossarnir, stóriðjunni eða ferðaþjónustunni? Hvað gerist þegar landi sökkt? Það þjóðþrifaverk eða það hervirki? Hefur málið verið skoðað í nógu stóru samhengi? Sést mönnum yfir virkjunarkosti? Hvað jarðvarmann, hveraorkuna? Það verður deilt peninga og land í þættinum í kvöld og fjallað afdrifaríkar ákvarðanir. Það verður fjallað mannvirki sem aldur og ævi geta orðið minnisvarðar okkur sem nú lifum í þessu landi. Saga Íslendinga og Normanna samofin nú sem fyrr. Í fyrstu 2 þáttunum röktum við hvernig mörgum fannst orðið á þröngt athafnir sínar í Noregi fyrir 1100 árum og sögðu útvill ek og héldu út til Íslands til að nema þar land og nýta þessa eyju. Við fórum til Rjukan í Suður-Noregi og við fórum til Alta í Norður-Noregi þar sem fólki fækka nú stöðugt þrátt fyrir virkjanir sem áttu að tryggja fólksfjölgun og menn deila helst það hvort fólkinu hefði fækkað enn meir ef ekkert hefði verið virkjað, en sjá nú að félagsleg og menningarleg aðstaða höfuðborgarsvæðisins hefur úrslita áhrif. Við röktum hvernig forráðamenn Norsk Hydro sjá nú möguleika til nýs landnáms í formi stórvirkjana á hálendinu norðaustan við Vatnajökul. Tækifæri gefst til að gera miðlunarlón á Eyjabökkum og hefja byggingu virkjunar með miklu styttri fyrirvara en í Noregi og í síðasta þætti röktum við hvernig Kárahnjúkastíflan verður 7 sinnum hærri en stíflan við Eyjabakka. Langstærsta og óafmáanlegasta minnismerki sem nokkur íslensk kynslóð getur reist sjálfa sig. Jafn há á næstum 3 Hallgrímskirkjur. Og hún verður 2-falt hærri og margfalt efnismeiri en hinn fræga Altastífla og hartnær 3 sinnum hærri en Sýsustíflan í Noregi. Við röktum hvernig Kárahnjúkavirkjun verður langstærsti, hagkvæmasti og aflmesti virkjunarkostur Landsvirkjunar og hálslón með mestu rýmdina og að á Íslandi gefst kostur á að gera mun stærri og glæsilegri stíflur og miðlunarlón en í Noregi, enda var ákveði í Noregi fyrir 20 árum hvernig skipta skyldi landinu upp á milli virkjana og ferðaþjónustu. Við skoðuðum virkjunarstað og lónstæði Kárahnjúkavirkjunar sem geti komið næst á eftir Fljótsdalsvirkjun. Innsta hluta þessara stærstu og hrikalegustu gljúfra Íslands þá sökkt undir vatn en beljandi jöklu svift úr gljúfrunum utanverðum. Og þessi virkjun mun sníða stóran hluta burt af stærstu víðernum Evrópu svo að þau verði lítið stærri en Harðangursheiðar Normanna. Og við kynntumst í síðasta þætti hvernig Normenn nýta sér Harðangursheiðar til að lokka þangað ferðamenn þúsundum saman til að upplifa ósnortna náttúru. Lítum á nokkur atriði þáttarins í kvöld. Við skoðum virkjun Jökulsár á Fjöllum sem verður 3. hluti áætlunar virkjun jökulána 3 norðaustur af Vatnajökli. Í Dettifossi og Jökulsárgljúfrum hverfur vatnað mestu, inni kannski á hálfu afli í 2 mánuði á sumri. Áin yrði leidd í jarðgöngum allt austur til Fljótsdals og rýmka þyrfti farveg Lagarfljóts. Áhrifamyndi gæta við Öxarfjörð og Héraðsflóa og miðlunarlón á stærð við Þingvallavatn, langstærsta jökullón landsins myndast sunnan við Möðrudal. Öræfin norðan við Vatnajökul yrði ekki lengur stærsta ósnortna víðerni í Evrópu heldur álíka stórt víðerni og Harðangursheiðar í Noregi. Í framhaldi af því skoðum við hvað gerist þegar landi sökkt og höfum til hliðsjónar atburðarásina við Hágöngulón í sumar. Þetta fossinn Dinkur. Við kynnum okkur áætlanir Norðlingaölduveitu og 7. áfanga Kvíslaveitu sem skerða myndi fossaröð í Þjórsá mestan hluta ársins, einkum Dink. Við lítum á virkjunarkostin Villinganes-Stafnsvötn sem ekki snertir viðkvæmasta hluta íslenska víðernisins og utan eldvirkjasvæða, en þessi kostur þykir ekki eins spennandi og hinir af því að hann 5-10% óhagkvæmari en þeir. Í landinu vannýtt gríðarleg orka háhitasvæðana, en eftir að skoða og rannsaka þá möguleika í víðu samhengi og ákveða hvort og þá hvaða hverasvæði kunni vera rétt að nýta og hverjum rétt að þyrma. Við berum saman auðlindir og tekjur í Noregi og Íslandi sem sláandi líkar þótt viðhorfin sé nokkuð ólík, þeir nær hættir að virkja, við varla hálnaðir og við kynnum gerólíkum viðhorfin hér heima. Heyrum dæmi. Við verðum að tryggja áframhaldandi erlenda fjárfestingu á Íslandi. Nú reyndar sjálfsagt mikið fé í boði fyrir raforkuna. Já, mér anskotna sama það sem vantar ekki, það peningar. Þegar því tóma þorra, oft ég gikk til feðra vorra, og
fyrst og fremst til Snorra sem framdi háttatal. Snorri Sturluson framdi háttatal fyrir Íslendinga og Normenn og í 2 fyrstu þáttunum fórum við endilangan Noreg til að kynna sagnaslóðum Íslendinga og því hvað við getum lært af Norðmönnum í ferðaþjónustu og virkjanamálum þar sem þeir hafa 100 ára reynslu og nú telja með sig þar eiga brýnt erindi út í Íslands rétt eins og Ingólfur og Snorri forðum. Ég vil út á bragði, ég vil út á keppan sagði, ég vil út og út hann lagði, til Ísland sama dag. Byrjum á hugmyndum virkjun Jökulsár á Fjöllum og fyrirætlanum virkjun Ánna 3 Jökulsár í Fljótsdal sem yrði virkjuð fyrst með Miðlunarlóni og Eyjabökkum, neðst til hægri á kortinu, þá Jökulsár á Dal með Miðlunarlónið Hálslón á miðjukortinu og loks Jökulsár á Fjöllum sem yrði virkjuð síðust og veitt í Arnardalslón sem efst á þessari mynd. Vatnin yrði veitt þaðan í jarðgöngum austurum í gegnum nýtt lón, Brúarlón á Jökuldal og Brúarvirkjun og áfram þaðan austur allt í Fljótsdal þannig að vatn hennar bættist við það vatn sem nú fellur út hérað í Héraðsflóa. Heildarafn Arnardals og Brúarvirkjunar yrði á við 2 Búrfellsvirkjanir. Þetta Arnardalur, gróðurvin suður af Möðrudal sem sökkt yrði undir 77 ferkílómetra lón sem þekkti mestallan myndflötin hér. Það yrði stærsta manngerðarlón landsins, langstærsta jökullónið og álíka stórt og Þingvallavatn. Þarna gnæfir Herðubreið yfir og við skulum halda áfram að skima yfir syðri hluta lónsins. Fjöllin á miðri mynd yrði að eyjum í lóninu. Virkjunni gæti gefið í kringum 2 milljarða króna á ári í rafmagnssölu. Nýja stöðuvatnið gæti hugsanlega orðið fallegt frá nokkrum sjónarhornum. Sökkt yrði einn af fáum gróðurvinjum svæðisins, þar sem kom upp ferskar vatnslindir. Sögustæðir færi undir vatn. Til Arnardals flúði fólk undan svartadauða. Skemmtileg og falleg leið ferðamanna suður frá Möðrudal áleiðis við Kverkfjöll færi undir vatn. Í besta falli kæmi mun erfiðar og lengri leið í staðinn. Langar stíplur við norðurenda vatnsins yrði valla augnayndi. Leirfólk gæti orðið að leirum sem koma upp þegar lónið ekki fullt. Hér eru Harðangursheiðar í Noregi settar inn með rauðum lit til samanburðu við íslenska víðerni norðan Vatnajökuls. Ef búið að gera Hálslón, Eyjabakkalón og Arnardalslón rjóminn farinn af gróðurvinjunum á svæðinu. Íslenska víðernið ekki lengur óumdeilanlega það stærsta í Evrópu, heldur álíka stórt og Harðangursheiðarnar. Og gagnrýnendur benda á fleira. Við verðum að fá öll atriðin upp á borðið til þess að geta vegið þetta á metið og það það sem við höfum verið að berjast fyrir hér og allir Íslendingar ætti að geta sameinast að spilin séu öll lögð á borðin, öðruvísi getum við ekki vegið þetta á metið. En ekki búið að leggja það öll á borðið á þínum mati? Það svo fjarrið því. Til dæmis getum við spurt hvaða áhrif hefur þetta á lífríkið í sjónum. Hefur þetta einhver áhrif á þorsk og ýsustofninn? Það eru frumgögn í Hafrannsóknastofnun sem bendir til þess að ferskvatnsinnstreymi til sjávar hafi jákvæð áhrif á þessa fiskstofna. Eigum við bara að gleyma því? Bent á hugsanlega áhrif á rækjuveiðar í Öxarfirði og á Lagarfljót og strönd Héraðsflóa. En andstaðan stafar þó sennilega mest að því að menn ætli að stífla Jökulsá á Fjöllum og fara með hann í burtu. Því að þá muni áin skerðast mjög fyrir neðan stífluna og þar með fossaröðin, Selfoss, Dettifoss, Hafragilsfoss. Einnig áin að hverfa mestu úr Jökulsárgljúfurum en allt þetta innan friðlýs svæðis. Vetrarferði færast í vöxt á Íslandi. Eigum við að gera eitt? Eigum við að koma í vetrarferðalag? Það ekki allir sem eiga kost á því að njóta þess að dást af okkar skærustu náttúruperlum þegar þær jafnvel skatta sínu fegusta sem sé þegar þær eru í vetrar skrúða. En með hjálp nútíma samgöngutækni, Braga bónda á Grímsstöðum og Friðþjófs Helgasonar, kvikmyndatökumanns, ætlum við að færa eina þeirra inn í stofu sem sé Dettifoss í Jökulsá á Fjöllum. Gjörðu svo vel og njótið. En þetta gæti Gísli ekki boðið upp á eftir virkjun árinnar.
Það er sagt að Dettifoss sé vatnsmestur fossa Evrópu. Komið hefur fram að mögulegt sé að hleypa hálfu vatnsmagni á fossinn síðsumar sem myndi kosta $500 milljónir á ári, en þá er það ekki eins vatnsmikill. Heyrum ljóðlínur Einars Benediktssonar. Eitt vassins jötur frjáls með breiðan barm, þér vindur í síns helei fót né arm. Þín rödd sótt í afgrunn yður rótsins, en uppheimsloginn brennur þér hvarm. Þú gætir unnið dauðans föl í bót, stráð blómaskrauti yfir rústir grjótsins, steypt mynd þess aftur upp í lífsins mót, með aflið því frá landsins hjarta rót, sem kvíksett í kletta legstað fljótsins, sem kvíksett í kletta legstað fljótsins. Há þú há, slá þú há og skjasta. Slá þú há, slá þú há og skjasta. Virkjun Jökulsár á Fjöllum hefur kannski mætt mestri andstöðu af virkjunarkostunum 3, samanber eftirfarandi ummæli. Ég hef sagt það og get sagt það hér enn aftur að það verður einhver annar umhverfisráðherra að taka ákvörðun það að gera Dettifoss að túristafossi eða hreinlega veita án í burtu þannig að Dettifoss ekki til. Það ger ég ekki. Eins og kunnugt lætur Guðmundur Bjarnason að störfum sem umhverfisráðherra næsta vor. Einar Ben og Þorsteinn Ellingsson deildu hart virkjanamálinu á sínu tíma og Þorsteinn var ómyrkur í máli þegar hann ljóðaði á Einar í andsvari. Og því nú dýrlega harpan þín hjá þeim herrum til fiskverða metin sem hafa það fram yfir hundin að sjá að hún verður seld eða étin, sem hálofa Guðsneistans hátignarvald og heitastu manngöfgi tala, en átt hefur skríðandi undir sinn fald hver ambátt sem gull kann að mala. Og föðurlands ást þeirra fyrstum það spyr hver fémikil gripur hún yrði, því nú selst á þúsundir þetta sem fyrir var 30 peninga virði. Á sama hátt og hleypa mætti vatni á Dettifoss eða Gullfoss mætti hleypa jöklu niður dimmugljúfur síðsumars en gefa kost á því að gangin í gljúfrið á öðrum tímum þurrum fótum, en sumir segja munn á því og ósnortu gljúfrinu svipað og á fugli í búri og fugli út í náttúrunni. Nú förum við vestur fyrir Vatnajökul, en eigum við að gamni að athuga hvað gerist þegar landið sökkt undir Miðlaugalón eins og ætlunin með Norðlingaöldu miðlun og búið að gera í Köldukvíslabotnum. Þetta sem við sjáum núna hluti úr þættinum Tónastiklum vorið 1996. Sökkvandi land aðeins til ein heimild í lifandi myndum sem nú verður sýnd í fyrsta sinn og hún geti borið yfirskriftina Atlantis á hálendi Íslands. 96 lá leiðin frá hjá hverasvæði við Köldukvís sem örfáur höfðu komið á skammt þarna frá. Í ferðalaginu var rætt við 2 ferðalangana þær hugmyndir að sökkva þessu svæði og hverunum þarna undir vatn til þess að auka vatnsmagn í virkjunum fyrir neðan og þeir voru ómyrkir í máli þessi menn. Það á ekki að gera þetta er eyðileggingarstarfsemi. Þetta jaðraði við geðveiki. Leið nú sumarið 96 og seint í ágúst var farið með myndavélin í Köldukvíslabotna til að taka síðustu myndirnar af svæðinu meðan það taldist enn vera ósnorti víðerni. Sama sumar hefur umhverfismálanefnd Alþingis farið svæðið ásamt fulltrúa Landsvirkjunar og menn hrifist af fegur þess. Framfer mat á umhverfis áhrifum hágöngumiðlunar lögum samkvæmt og í umsögnum þeirra sem máli varðar fátt sem bendir til andstöðu við að sökkva því. Fram kemur þetta séu fáfarnar slóðir, þótt aðeins séu 15 kílómetrar frá Sprengisandsleið
og hvorki að finna sérstakar tegundir gróðurs né grjóts. Náttúruverndarráð setur þó það skilyrði að hverasvæði sé kanna betur og það fallist á það í umhverfis matinu. Og nú komið að því að taka lifandi myndir af hverasvæðinu á Köldukvíslareyrum. Kaldakvísli næst okkur, þá Sveðjuhraun og Hágöngurnar, þegar lent þarna 1. október til að taka myndir fyrir fréttir og dagsljós. Já, mér þætti þetta alveg hræðileg synd, ég vil nú segja það. Ég er þeim megin. Já, ég líka. En það sama. Það gefið grænt ljós á hágöngumiðlun eftir umhverfismatið og það vekur spurningar það hvort landslagsfegur sé tekið til greina við matið eða í umsögn Náttúruverndarráðs. Þeirri spurningu svaraði fréttum sjónvarpsins og Kastljósi. Þá erum við frekar aftarlega á merinni vegna þess að bara við erum í vandræðu með að skilgreina sjónræn gildi. Við höfum ekki þennan algilda skala til þess að miða við og við getum í raun og veru, það dálítið erfitt að segja til dæmis að skjaldbreiður sé fegurri heldur en trölladyngja. Framkvæmdir hefjast við gerð hágöngustíflu hausti 1997 og þá fer ásýnd svæðisins að breytast þegar lítið lón fer að myndast við fjalli síðri hágöngu. Þetta hagkvæm framkvæmd, kostar aðeins 500 milljónir króna og lónið á að vera stærð við Mývatn. Það búið að semja miklar stóriðjuframkvæmdir og það liggur á að auka orkuna í kerfinu. En í júlí 1998 fer boltinn að rúlla þegar byrjar að safna vatni í lónið. Miklar andstæður blasa hér við, annars vegar ósnortin náttúran í kring, hins vegar röskur hópur verktaka sem leysir verkefnið sem þeim hefur verið falið við stíflugerðina af hendi af vandvirkni og útsjónarsemi. Góðir fulltrúar verktækni og hugvit sem reynað umgang á svæði þannig að sem minnst rask verði eftir í kapplaupi þeirra við tíman. 30. júní líta vinnusvæðið og lónið svona út, stíflusvæði næst, hverasvæðið hinum megin við lónið og úr lofti sjást 3 ljósbrúnir flekkir. Það eru 3 hverasvæði á nesi sem skagar út í Köldukvísl og það nálað hverasvæðisins við Köldukvísl og umgjörðin öll sem gerir þetta svæði svo sérstætt. 12 dögum síðar, hinn 12. júlí, lítur lónið svona út og setur þegar mikinn og nýjan svip á umhverfið. En það ekki hlaupið að því að komast á hverasvæði á jörðu niðri og það ástæðan fyrir því hve fáir hafa komið þangað, því það varið að 2 jökulfljótum, Köldukvísl á norðanverðu og ánni Sveðju að sunnanverðu, báðum með viðsjárverðum sandbleitum. Tilraun til að komast yfir Sveðju morgunin 12. júlí mistekst. Það mikið sólbráð á jöklinum og verktakarnir komið með hjólaskóflu til hjálpar, en morgunin eftir þá heppnast að komast yfir ána í bítið morgunin og þá tekum við hið úfna Sveðjuhraun aðeins bílfært hálfa leið en síðan á 2 jafnfljótum yfir hraunið. Nú sumstaðar fallegra að litast en áður. Þar sem vatnið fellur upp að hrauninu gróður ýmist kominn á kaf eða fara á kaf. Andstæðurnar eru miklar og fallegar eins og sjáum á. Þarna koma ferskvasslindir undan hrauninu en allt þetta hraðri leið í kaf. Það eru svolítil forréttindi að koma á þennan stað. Í fyrsta lagi erfitt að komast hingað og hér ákaflega fáförult að því sé ekki eini maðurinn hérna á minnstakosti 100 ferkílómetra svæði og í öðru lagi þá skammt þangað til þetta land verður ekki lengur til. Kannski hefur þetta svæði aldrei verið fegurinn en þennan dag, Bárðarbunga, Vatnajökull, Sveðjuhraun, Hamarinn.
En sérstæðast þó samspil hveranna við Köldukvísl, því sjóðandi hveravatni blandast ánni í bakka hennar og hjá mönnum sem þarna hafa komið heyrist notað orðið umhverfisslys. En það svo? Já, það má segja það að þetta ætti að verða okkur víti til varnar að fara hægar þegar ráðist í framkvæmdir og hugsa til lengri tíma og hvað við erum virkilega hvað við erum að ganga á náttúru landsins. Ég sé að þegar hafa skoðað þessar myndir að þarna erum við vissulega að tapa sjálfsagt ákveðnum verðmætum og ekki síst í ljósi þess sem að bent hefur verið á að þetta sé sérstætt vegna legu svæðisins, hæðarlegu og umhverfis. Einu þjóðþekktu ljóðahendingarnar þetta svæði úr áföngum eftir Jón Helgason Melgraskúfinn. Reyndar ekki melgraskúfur á þessum stað núna, en annar sökkvandi gróður þarna tákngervingur hans. Svona lítur lónið út 4 dögum síðar, 17. júlí. Nýjar hliðar á málinu komu í ljós á hverjum degi. Til dæmis sýna rannsóknirnar sem framfóru í kjölfar umhverfismatsins að varma orka hverasvæðisins sé margfalt meir en sú orka sem fæst með því að gera lónið. Kannski hefði verið betra að vita þetta fyrr. Í innsta hringnum á þessu korti, sjálfum áreyrunum, reiknast mönnum til að orku geta sér 90 megavött eða 750 gigavattstundir, næstum 4 sinnum meiri en vatnsmiðlunni skilar. Og innan ysta hringsins, sem álíka stórt svæði og lónið sjálft, orkugetan 15 sinnum meiri en miðlunarinnar. Við erum að tala 2-3 búrfellsvirkjanir. Og úr því að búið að raska þessu svæði á annað borð, kostirnir við að nýta þessa orku fjölbreytilegir. Það mætti til dæmis nýta orkuna þó að lónið sé þarna, bæði inn á hrauninu sem við sjáum þarna, Sveðjuhrauni, og sömuleiðis undir vatnsborðinu sem verður 10 metrum fyrir ofan hverasvæði. Já. Það mætti örugglega ná þessari orku og jafnvel nýta afgangsorkuna þegar búið að vera fram með rafmagn til þess að bræða ís og auka við rennsli. Já, þarna geti orðið mjög sérkennileg orkuvinnsla, þetta tvöföld. Það mætti jafnvel dæla upp viðbúta grunnvatni með rafmagni sem verið framleitt. Þannig að það er ýmsir möguleika. Til dæmis í líffræðilegum rannsóknum á örverum og þetta mjög þægilegu staður til slíkra rannsókna. Sjálfsagt verið mjög skemmtilegt lífríki þarna í hverasvæðinu þegar það komið þarna vatn yfir. Það mjög snautt að lífríki í augnablikinu en verður sjálfsagt mjög skemmtilegt lífríki sem að ég hygg að Jakob Kristjánsson muni fylgjast með í náinni framtíð. Í rauninni verið hægt að setja þarna bara svona eins konar eyju, hálfgerða vín með gróðri og bláu lóni eða einhverju slíku og hafa geysilega náttúruvín í þessum fjallasal ef að menn vildi fara út í það Þannig að ég lít alls ekki á þetta sem umhverfisslys og finnst það rá. Hitt annað mál að það ýmsir valkostir. Menn geta hugsanlega sleppt svona miðlunarlónum með því að virkja jarðhita og nýta jarðhita. En það hins vegar svo erfitt að bera saman alla valkosti vegna þess að það svo mikið ókortlagt á jarðhitanum og það svo mikið óvita. Vatnið flæðir hratt inn á milli hverasvæðina næstu daga. Maður hafði búist við því að vera þarna áfram einn að fylgjast með því þegar svæði sikki, en nú fer allt í einu gang atburðarás sem tekur eigin stefnu 3 dögum síðar. Þegar við komum hingað á þessum Drottins-degi þá þetta fyrsta og eina mannverki sem hefur reist á þessu hverasvæði. Það flaggstöng með fána, íslenska fánanum sem hefur verið flaggað í hálfa stöng og það eru áletranir á stönginni.
Guðmundur Páll Ólafsson mun hafa reist þetta hér. Vatnið hækkar sífellt hér við hverasvæðið og nú orðið umhverfis minna hverasvæði sem að sunnanverðu. Hin 2 hverasvæðin sem að norðanverðu og samliggjandi standa enn vel upp úr og þar fáninn sem Guðmundur reisti. Við hittum Guðmund að máli og spurðum hann hvers vegna hann gerði þetta. Hún vegna þess að þarna verið að eyðileggja þjóðargersemar og ég mjög ósáttur við það og eina leiðin sem að ég fann til þess að mótmæla þessu var með dýrasta tákni okkar, þjóðarfánanum. Ég held líka að menn verði að horfa á landið og þjóðina í einu samhengi. Ef þeir sem horfir að Landsvirkjun og stjórnvöld eyðileggi náttúruperlur Íslands í þeim mælu sem að áætlað að þá verður heldur engin þjóð eftir til þess að flagga fyrir. En nú verið að gera þetta vegna þess að þetta mjög hagkvæm framkvæmt. Þetta kostar 500 milljónir en skilar 200 milljónum alveg í beinhörðu peningum á hverju ári. Og hægt að standa í vegi fyrir því að einhvers staðar sé virkjað. Það voðalega merkilegt með þessa útreikninga að það bara reiknuð plúshliðin en ekki mínushliðin. Það á eftir að reikna alla mínushliðina á þessu dæmi. Vatnið hækkar hér sífellt og nú minna hverasvæðið því syðra orðið að eyju hérna. Og nú fer heldur betur að fjölga og verða meira fjör á svæðinu. Komaður ekki siglandi þarna við lónið, Árni Jónsson alþingismaður og Ragnar Axelsson ljósmyndari Morgunblaðsins að skoða hverina sem Guðmundur Páll kallar fögruhveri. Árni síður sér egg og forvitin hverina vegna þeirra einstæðu möguleika sem svæði gefur til vísindarannsókna á örverum eftir að því hefur verið sögt. En það kann að vera helsta jákvæða hliðin á málunum. Slíkt getur gagnast við læknisfræði, við framleiðslu á lyfjum, snyrtivörum og varningi eins og tagi. En nú dregur aftur til tíðinda. Og hér lögregluþjónar frá Hvolsvelli, embætti sýslumanns þar, að leggja að þessari eyju sem nú orðin, þar sem fáninn blakti nú í fjöruborði og þeir gera sér líklega til að aðhafast eitthvað hér. Já, það mun vera brot á fánalögum að mati sýslumanns að láta fánan sökkva hér í lónið og því ráðlegra að fjarlægja hann áður og setja í geymslu. Og enn fjölgar hér fólki. Og hér komnir að 2 vísindamenn frá Orkustofnun að rannsaka þetta einstæða fyrirbæri þegar hverirni hérna að sökkva í vatn og vatnið úr Köldukvísl blandast sjóðandi heitu vatninu sem reyndar 290 stiga heitt hérna fyrir neðan úr hverunum sem að syngja sitt síðasta að minnstakosti ofar vatni. Nú þið hérna 2 reyndar frá Landsvirkjun og Orkustofnun. Þú nú kannski aðal sérfræðingurinn í þessu hverum. Þetta dýrmætur dagur fyrir þig að sjá þetta núna? Fróðlegur dagur. Já. Hvað þetta mæla? Við erum svona bara rétt að fylgjast með, sjá svona hvernig þetta fer undir. 25. júlí, Kaldakvísl næst okkur, þá Sveðjurhraun, Nýjalónið og Hágöngurnar. Nú lítið orðið eftir af Köldukvíslareyrum, annað hverasvæðið eyja, hitt smá rif og vatnið orðið mun dýpra þar sem staðið var með upp í mitti fyrir nokkrum dögum. Nei, þetta nú ekki orðið alveg svona djúpt, en þetta verður mjög djúpt. Já, nú þetta svona í dag. Eyjan sem við vorum að skoða einmitt hér tvisa sinnum áður nánast alveg horfin, pínulítið rif þarna út við sjóndeildarhringinn. Og áfram fjölga fólkinu, þeir koma hingað Kári Kristjánsson landvörður úr Herðubreiðarlindum og Guðmundur Páll með 273 litla pappisfána, 1 fyrir hverja 1000 Íslendinga og hingað sigla nokkrir tugir ferðalanga og setja þá niður. En hvað verður svo þessa fána? Fánarnir eyðast og þá verða þeir sameinaðir lóninu og landinu sem undir. Eftir standa þessar plaststangir sem að eiga minna okkur á gerfi þarfinnar. Það sérkennilega tilfinningaþrungin og harmræn stemning sem ríkir hérna með þessa fólks sem að kveðja þetta land í síðasta sinn og upplifir það eins og jarðarför, þar sem erindið úr áföngum Jóns Helgasonar útfarasálmur, sem þó verður að breyta í samræmi við breyttar aðstæður þegar þetta allt að sökkva og hverfa.
Allt sokkið eftir viku og sést ekki urmull af hverasvæðunum. 25. júlí hort yfir að hárri ljóslitri sandöldu yfir grænan völl við Köldukvísl. Hálfum mánuði síðar hún orðin að eyju í vatninu og Finnur Ingólfsson iðnaðarráðherra búinn að fara þarna Skoðaði þá fagra lónið sem þar að myndast. Heldur að það nafnmuni þá festast á lónið? Hverjir reifa því nafni? Já, það alveg í mínum huga það alveg ljóst að þetta lón setur mikinn svip á það landslag sem að þarna og þar að leiðandi finnst mér það vera ágætis nafn á lónið, fagra lón, líkt eins og menn voru búnir að finna þetta ágæta nafn á hverina sem að þar eru til staðar, fagru hverir. Í október lítur lónið svona út. Eyjan nær horfin í miðju lóninu sem nú hefur náð fullri stærð, tilbúin að skila orku í kerfið og peningum í þjóðarbúið. Umhverfisráðherra segir lögin umhverfismat svo ný að menn sé að byrja að læra sína lexíur. Menn eru enn að tala það að þurfa að fara með verkefni í mat- og umhverfisáhrifum sé óþarfa kostnaður, auka kostnaður, viðbóta kostnaður. Þetta bara hluti af kostnaði við viðkomandi verkefni og viðkomandi framkvæmd. Og þegar menn skilja það, þá held ég menn taki það fyrr inn á verkefnaskrána og ég vona sannarlega að það verði það, bæði þetta dæmi og hugsanlega einhver fleiri hliðstæð, kenna okkur þá lexíu að við þurfum að undirbúa verkin með betur og gefa okkur meiri tíma til þess og vega og meta með meiri yfirvegun hvað við fáum og hverju við erum að fórna. Við flugbrautinni á Hreysiskvísl hittum við Guðmund Pál Ólafsson sem hefur gert vandaða verðlaunabækur landið. Fjarri skarkalanum hefur þessi einfari og hæglætismaður unað á sumrin á fjöllun í húsbíl sínum. En skyndilega koma fram á sjónarsviði með látum hér við Hákongulón. Hvað kom til, Guðmundur? Ég hef bara verið í löngu ástarsambandi við þetta land og það verður innilegra eftir því sem að ég eldist og þegar að ég áttaði mig á því hvað stjórnvöld og verið að gera bara á hálendinu, þá byrjar það þannig að ég fer að hafa andvökkur nætur af áhyggjum yfir því að við séum að eyðileggja eitthvað ákaflega mikilvægt og þær eru ekki fáar andvökkur næturnar sem ég hef haft út af þessu og það það sem að knýr mig áfram til þess að fara út í þessa baráttu sem að ég gjarnan vildi vera laus við. Stíflurnar eru 2 við Hákongulón og frá þeirri vestari stendur til að leggja vegarslóða meðfram vatninu upp í Vonarskarð. Hér sést á þessu kosti Kvíslaveituvegur sem var kominn áður og svo sjáum við hvernig nýji vegarslóðin verður lagður alveg upp í Vonarskarð og opnar með því leið inn á fallegt svæði. Þar sem 2 jafnfljótir hafa skilað mörgum áfram en einnig örfáamönnum sem hafa komist þetta á bíl. Nú munu fleiri komast þarna inn á milli Vatnajökuls og Túnafellsjökuls og sjá litadýrðina í fjöllunum eins og til dæmis þessu fjalli hér sem heitir Skrauti og ber nafn með rentu og þarna er líka fallegt hverasvæði. Lagning hágönguvegar getur verið lærdómsrík fyrir það hvernig eigi að standa samgöngubótum á hálendinu. Upphaflega var ætlunin að afleggjar í verktakans frá Kvíslaveituveginu sem er upphleyptur, lagi upp í hágöngur hér í gegn og yrði upphleyptur vegur. Sem betur fer segja sumir varð ekki úr því og ástæðan er svo að ferðamenn sem fara hérna efri og gömlu Sprengisandsleiðina þeir vilja fá þetta sem líkast svona eyðimerkur tilfinningu eða safari tilfinningu að fara þessa leið. Hún er niðurgrafin og hlykkjótt og þetta er í raun og veru bara slóði og það hefði alveg eyðilagt á tilfinningu að fara eftir þessum slóða hingað og reka síðan allt í á stóran upphleyptan veg hérna þvert í gegn. Í staðinn eru bara slóða sitt hvoru megin og allir eru ánægðir. Verktakarnir vegna þess að þeir þurftu ekki að leggja í dýravegagerð og ferðamenn sem segja að þessi verktakavegur hérna hann falli mjög vel að landslæginu. Og það er fólksbíla fært upp í hágöngur. Þetta leiðir hugan að kerfinu í Noregi. Eins og framkom í síðasta þætti þar öllum fólksbílum fært að sumarlagi inn að þeim svæðum þar sem engin velknúin farartæki eru leyfð. Eins og til dæmis á Harðangursheiðum. Ef við Íslendingar ætlum að taka frá sem stærst svæði hér, lík Harðangursheiðum, þá kæmi helst til greina svæðið norður á Dyngjujökli. En þar liggja 2 leiðir í austur frá Sprengisandi og þá yrði að loka þeirri nyrðri fyrir vélknúnu umferð og jafnvel þeirri syðri líka.
Við erum að skoða fyrirhugur lónstæði og áður en við skoðum að lokum Norðlingaöldumiðlun skulum við skoða hliðstæðu hennar fyrir austan. Þetta Kárahnjúkur, þar verður stíflan, herðubreið í baksýn. Nú skemum við eftir fyrirhuguðu lónstæði sem fylgir farvegi Jökulsárbrú sem við sjáum bráðum sem hvítt strik, meir en 20 kílómetra vegalengd allalið upp að jökli. Þar mun þetta lón blasa við ofan frá Kverkfjöllum sem í baksýn og koma eins og stærðar fjörður inn í landslagið. En komum nú suður fyrir Hofsjökul. Hér sjáum við yfir eina af þeim lægðum á hálendinu sem tekist á og hvers vegna? Vegna þess að lægðirnar á hálendinu eru svo dýrmætar fyrir tvo hópa. Annars vegar þá sem vilja nýta orkunar og þá eru lægðirnar svo góðar til þess að geyma vatn og þar með orku. En á hinn bóginn einmitt ofan í þessum lægðum að finna mestu gersemarnar á hálendinu. Gróðurvinjar sem að margir segja að eigi enga sína líka í veröldinni. Þótt Þjórsárver hafi verið friðuð enn tekist á þau því ætlunin að gera vatnsmiðlun sem heitir Norðlingaöldumiðlun og myndi sökkva 1/6 hluta þeirra. Verin eru stærsta gróðurvinnan á hálendinu og framlag Íslendinga til verndar votendis í heiminum samkvæmt svonefndum Ramsar-samningi. Náttúruverndamenn gagnrýna harðlega sökkva hluta Þjórsárvera sem eru fuglaparadís með glæsilegri umgjörð og stærsti varpstaður heiðargæsa í heiminum. Hér sjáum við þetta á korti. Ætlunin að leiða vatn frá Norðlingaöldumiðlun í jarðgöngum suðaustur í Þórisvatn til þess að auka vatnsmagn í því og gera mönnum kleift að hafa fyrirhugaða vatnsfersvirkjun neðst á kortinu helmingi aflmeiri en ella. Og lítum á stíflustæðið. Nú eru uppi hugmyndir málamiðlun hjá Landsvirkjun að hafa lónið minna en áður var ætlunin, en til þess að bæta þetta upp verði bætt við 7. áfanga Kvíslaveitu, fyrir þangað norður. En lítum fyrst á kort af þessu eins og það núna. Kvíslaveita hægra megin við Þjórsá og hún fólgin í því að taka vatn úr kvíslum sem falla úr austri í Þjórsá og veita þeim yfir í Þórisvatn. Kvíslaveita hefur fram að þessu þótt nokkuð vel heppnuð aðgerð, því myndast hafa falleg manngerð fjallavötn og ekki fórna miklu af grónu landi. En gallinn hefur verið sá að með veitunni hefur verið raskað áður og ósnortnu landi og tekið vatna af Þjórsá og Fossaröði í henni alltaf 30% og sumum ekki saman það. Hér horftir vesturs yfir á Hofsjökli yfir nyrsta hluta Kvíslaveitu en 7. hlutin myndi verða þarna fyrir norðan. Síðsumars lauk framkvæmdum hér. Afraksturinn, þessi myndarlega stífla hér, lón fyrir innan og skurður mikill hér til suðurs og svo auðvitað aukin orka í Landsvirkjunarkerfið. Það sem 7. áfangi Kvíslaveitu gæti gert ef allt gengi upp að þar tekið vatn inn í Kvíslaveitu sem nú þegar til staðar og í staðinn þyrfti ekki eins stórt lón við Norðlingaöldu sem að þá væntanlega vatnaði ekki upp inn í friðlandið eins mikið eins og ráði fyrir gert með lónið þar sem að þetta vatn væri í. Þetta ákveðin útfærsla á því hvernig hægt að nýta það vatn sem þarna á þessum slóðum og þetta einn möguleiki sem að við kynntum fyrir 2-3 vikum í kynnisferð með fulltrúum Náttúruverndar ríkisins og fleirum þarna svæðið. En Árni Bragason, framkvæmdastjóri Náttúruverndar ríkisins, andvígur því að meira vatni verði veitt úr farvegi Þjórsár. Ef við horfum á hálendið og gróðvinjarnar á hálendinu sem heild, við getum líkt því að þetta sé systkinahópur sem ber lífríkið áfram. Þarna eru tvíburar sem heita Eyjabakkar og Þjórsárver. Alþingi Íslendinga búið að ákveða að fórna Eyjabökkum. Við getum sagt að það búið að ákveða að drepa annan tvíburabróðurinn. Það búið að skerða hluta af Þjórsárverum með Kvíslaveitum. Við getum sagt að það verið tekin önnur höndin af, segjum svo vinstri. Núna erum við spurð hvort við viljum skera af þá hægri og kannski fótinn líka. Og hið sama segja andmælendur þessara áforma fossinn Dynk og aðra fossa fyrir neðan Norðlingaöldumiðlun að þeir myndu verða lemstraðir ef meira vatn yrði tekið af þeim. Myndir af fossinum Dynk má sjá í hálendismiðstöðunum Hrauneyjum og Versölum og ekki komið tími til að kanna þessa fossa í Þjórsá sem fáir hafa hingað til vitað að séu yfirleitt til.
En það hægara sagt en gert að finna dynk. Að sunnanverðu rekst maður á skilti sem stendur á vatnshæðamælir og þar með það búið. 2 skilt að finna ef fariði suður frá Vessölum og síðan enda menn þar út í móa og mega teljast hefnir ef þið finna fossinn. En ef þeir gera það, rekum henni Rogastansi þessi foss engum öðrum líkur. Hann í raun skrautsýning 15 fossa sem eru samankomnir á einum stað. Maður ósköp lítill við að standa þarna. Og þarna uppgötum maður hversuna heitir þetta. Hljóðið í honum alveg yfirþyrmandi þótt vatnsmagni hafi þegar verið skert rúmlega 4 með kvíslaveitu. Og ég segi bara eins og Gísli hjá Dettifossi, fossaröðin í Þjórsá, gjörið svo vel og njótið. Spurningin hægt að láta vatn renna fossaröðina síðsumars. Dyngur yrði yfirleitt komin miðjan júlí í eðlilegan farveg, svo má segja, og eðlilegt vatnsmagn og fram eftir haustinu eins og veður leyfir. Þannig að þar í 90% tilfella lónið orðið fullt miðjan júlí og alltaf í byrjun ágúst. Þannig að síðsumars fossinn óbreyttur eins og frá því sem hann í dag. En hefur okkur sést yfir virkjunakost fyrir norðan, þennan hér, virkjun Skaffisku ána með vatnsmiðlun norður af Fossjökli undir nafninu Stafsvötn, 150 megavött, og Villinganes neðar með 30 megavött. Þetta að vísu ósnorti víðerni en þó ekki eins og rómað og sérstætt og á hálendinu norðaustan Vatnajökuls. Þetta ekki á eldvirku svæði, en lónin myndu setja svip á umhverfið. Eins og annar stað myndu átnar hverfa að mestu leit úr gljúrunum og það kunni ekki allir að meta. Til dæmis þeir sem þarna selja ferðamönnum ferðir á bátum niður flúðirnar. Virkjunin hefur meðbyr þarna fyrir norðan, en systkinin í Villinganesi vilja alls ekki leyfa virkjun þar. Ég met grasi meir en peninga. Þú metur grasi meir en peninga? Já. Það verður aldrei gert með mínu leyfi. Það verður aldrei gert með þínu leyfi? Nei, og ég þykist eiga ítök í jörðinni. Já. En ef þetta kæmi nú til, þá myndið þú ekki leyfa það? Nei, ég leyfi það aldrei. Og hvernig stendur á því? Viltu bara hafa þetta eins og það Já, ég vil hafa það eins og það ég vil ekki láta eyðileggja jörðina. Nú reyndar sjálfsagt mikið fé í boði fyrir raforkuna. Já, mér anskotna sama, það það sem ég vantar ekki, það eru peningar. Já. Þið vantar ekki, hefur aldrei vantað það? Nei, mér hefur aldrei vantað peninga. Þú sækist ekki eftir neinu nema umfram það sem þú hefur hér? Nei, ég sækist ekki eftir því og hef aldrei þurft að gera það. Enn hefur ekki verið minnst á virkjanakost sem stendur vatnsorkunni lítt að baki til raforkuframleiðslu, en það jarðvarminn eða hveraorkan. Hér við Torfajökul líklega öflugasta háhitasvæðið. Mikil orka líka í Kerlingafjöllum, það verið að spá í Þeistareiki og hinn mögnuðu Kverkfjöll búa mikill orku. En eins og Guðmundur Ómar sagði áðan alveg eftir að rannsaka þessa kosti til hlítar og ekki síður að ákveða hvort þessi svæði verið virkjuð, hver verið virkjuð og hvort einhverjum verið þymmt vegna mikilvægi sem ósnorti svæði.
Hér er rétt að hafa í huga hvernig norska stórþingið hjó á hnútinn þegar lá við að ekkert ósnert víðerni yrði eftir í Noregi. Það skipti vatnasvæðum landsins í þrennt. Sækja má að virkja 15 teralítra, það er 4-falt meira magn en norðan Vatnajökuls. Þá verða menn að sæta umhverfismati. 10 teralítrar settir í biðstöðu, en alveg bannað að virkja 35 teralítra. Hugsanlega mætti afgreiða bæði vatnsaflið og hveraaflið með svipuðum hætti hér á landi. En þá er ekkert sjálfgefið að virkja stærsta svæðið við Torfajökul og heldur ekki hér í Kverkfjöllum. Þetta er flóknara hér en í Noregi vegna þess að það þarf að líta í heild yfir bæði hveraaflið og vatnsaflið. Í Noregi varð hugafarsbreyting fyrir nokkrum áratugum. Magnús Þór Hafsteinsson spurði upplýsingafulltrúa rafveitu Vestur-Noregs það fyrirtæki er álíka stórt á Landsvirkjun. Og hva er grunnen til det? Hvis en ser litt historisk på det, så var det frem til ca. 1970 semje her i landet, både politisk og ute mellom folk flest, at det å bygge ut kraft, det er gode greier. Og vi bygde ut veldig mange vassdrag, og det gikk fort. Så skjedde det hva skal jeg kalle det, en stemningsendring ute mellom folk. Vi begynte å stille spørsmål, skal vi bygge ut alle vassdragene våre? Skal vi ikke ha noe urørt natur igjen? Og så vippa pendelen veldig mye helt over til hi sida. Vi bør ikke bygge ut noe mer. Kallið þið kannski ekki nógu mikið eftir því að stjórnmálamenninni taki kannski stóra heildstæða ákvörðun eins og gerði í Noregi? Það er þannig að hver einasta virkjun á Íslandi, hún er ákveðin af Alþingi á endanum og raunar af stjórnvöldum öðrum. En vissulega hefur skort heildarstefnu. Landsvirkjun hefur kannski sömuleyti vegna þeirra rannsókna og þeirra lagaskyldu að útvega hafa alltaf nægilegt rafmagn til staðar. Þá höfum við haft nokkuð skýrar hugmyndir næstu skref og kannski ákveðnar heildarhugmyndir nýtingu á vatnsaflinu. En það vantar vissulega stefnumörkun stjórnvalda og kannski virkari þáttöku í rannsóknastarfinu því að það er ekki ljóst að Landsvirkjun eigi endilega í framtíðinni að stunda rannsóknirnar, sérstaklega þegar verður komin samkeppni og ekkert víst hver það er sem er að virka í framtíðinni þessar ár. Langisjór, blár og tær. Nú á að fara að mæla fyrir stíflu við Langasjó sem myndi veita skafta á inn í hann og gera hann aurugan. Með því á að minnka örburð skaftar sem ógnar lakagígum og eldhrauni snerti líka veiðin í landbrotslækjónum. Við, nútíma Íslendingar, berum mikla ábyrgð gagnvart landinu, verðum kannski dæmdir hart. Heyrum úr áföngum Jóns Helgarssonar dómaran Jötunin við Lómagnúp. Vötnin byrtast að bruna sandi, bólar þar kvikan gljúf. Landið ber sér á breiðum herðum, bjartan og svalan ljúf. Jötunin stendur með jafnstaf í hendi, jafnan við Lómagnúp. Kallar hann mig og kallar hún þig, kuldaleg rödd og djúp. Kallar hann mig og kallar hann þig, kuldaleg rödd og djúp. Þetta er Vöringsfoss í Vestur-Noregi, 134 metra hár eða næstum 3 sinnum hærri en Dettifoss. Þegar stórþingið ákvað að banna allar virkjanir sem skertu víðerni á Harðangursheiðum, kvörtuðu menn auðvitað sáran yfir því að fá ekki að nýta orkuna. En síðan einbeittu með sér betur að vaxandi ferðaþjónustu til að bæta þennan missi upp. Norðmenn eru snjallir á því sviði í stóru og smáu. Lítið dæmi það er allstaðar að finna í Noregi. Gernýting þeirra á norska tröllinu ef við hefðum nú eitthvað slíkt. En þótt aðstæður séu svipaðar í báðum löndunum, bæði séu fjallalönd sem heilla ferðamenn, standa margir hér í þeirri trú að Norðmenn séu svo miklu ríkar en við með oljuna sína að þeir hafi efni á því að vera flottir á því og taka frá svæði sem ósnorti víðerni þótt við getum það ekki. En lítum þá á hagtölur beggja landa samkvæmt upplýsingu Þjóðhagsstofnunar. Þjóðarframleiðsla, þjóðartekjur og útflutningstekjur á hvern mann svipaðar
í Noregi og á Íslandi. Þetta eru álíka ríkar þjóðir en þá er olían 36% af tekjunum í Noregi en fiskurinn á Íslandi er 47%. Olía og fiskur í Noregi álíka og fiskurinn einn á Íslandi. Fiskurinn er sem sé drýgri auðlind Íslendinga en við kannski gerum okkur grein fyrir. Það voru ál og kísiljárn í Noregi 7,5% af tekjunum, á Íslandi 9,5%, við erum konið fram úr þeim. Og ferðaþjónustan innanlands ekki á milli landa, í Noregi 3,7% af tekjunum, á Íslandi 6,4% og við erum að fara fram úr norðmönnum í rafmagnsframleiðslu. En hvers vegna svona mikil áhersla á virkjanirnar? En það sem að þarna liggur náttúrulega fyrst og fremst að baki er það að við verðum að tryggja áframhaldandi erlenda fjárfestingu á Íslandi. Við þekkjum ástandi sem var hér í atvinnumálum frá 1990 til 1995 þegar við byggum við mikið atvinnuleysi. Nú hefur aukin erlend fjárfesting með annars hjálpað okkur út úr því kreppu ástandi og við búum við þessa erlendu fjárfestingu fram til næstu aldamóta. Ef ekki taka við ný verkefni á þessu sviði næstu aldamót, þá munum við aftur hugsanlega geta lent í því ástandi sem við vorum í hér á þeim árum sem ég nefndi áðan. Og við verðum að geta undirbúið og þannig við getum viðhaldið þessari erlendu fjárfestingu. Aðrir benda á fjárfestingamöguleika á öðrum sviðum og menn benda á ferðaþjónustuna en það er auðvitað svo óskaplega einfalt að gera stóran samning við forstjóra Norsk Hydro. Magnús, er þetta ekki ójafn leikur? Þú ert með erlendan mann sem skrifar undir blað og það er tryggt fjármagn næstu 5, 10, 15 árin í staðinn fyrir að þið hjá ferðaþjónustunni eru bara með einhverja spár. Já, það má segja að það getur litið út svo ójafn leikur en hingað til hafa þær spár sem gerðar hafa verið þróun og vöxt í ferðaþjónustunni í heiminum staðist og rúmlega það. Og núna eru þær spár sem að liggja fyrir frá alþjóða ferðamálaráðinu þær nýjustu gera ráð fyrir mun meiri vexti en ég hef áður séð í umfangi þessar atvinnugreinar á heimsvísu sem orði komast. Hvað erum við að tala stórar fjárhæðir? Ef að þessar spár ganga eftir sem gera ráð fyrir 60% aukningu umfangi til 2010 og svo öðrum 60% til 2020, þá værum við eftir 22 ár að tala alltaf 65 miljardar gjaldeyristekjur á ári. Magnús bendir á að 70-80% erlendar ferðamanna segist komið til Íslands til að kynnast hreinleika landsins og ósnortnu umhverfi. Hér látum við staðar numið. Þrátt fyrir ágreiningum leiðir að markinu eru væntanlega flestir sammála að viðhalda sem best hreinleika og fegur landsins okkar, hreinu landi og fögru. Lagt upp á bjarg það sem fugl
englanna fjöld, fyllir loftið af vængja þitt, öld fram af öld. Fundu þig sjálfan í fjallanna sal, á fannbreiðum jökla í skjólsælum dal. Ljúkist hér upp hve margt annað hjóm, að þú átt hér í landinu helgi dóm.